Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Nú ætlum við að fara aðeins í tónlistina en hún Marína Ósk Þórólfsdóttir er hérna frá Akureyri að læra erlendis. Hún er tónlistakona í húð og hár og var að fara að gefa út plötu. Velkomin Marína. Takk fyrir. Þú ert að gefa út plötu, það er rosalega spennandi. Já. Er þetta fyrsta plata þín? Já, þetta er fyrsta sóloplata mín. Ok, og hvað heitir hún? Hún heitir Athvarf. Athvarf, ok. Segðu mér aðeins frá nafninu. Athvarf vísar alltaf í bara hvað tónlist er mér. Það hefur alltaf verið svona minn griðarstaður. Allir frá ég var svona lítil og hefur svona þurft að, taka mér svona alltaf pásu frá daglegu amstri eða svona daglegu áreiti. Það hef ég alltaf getað svona leita í tónlistina og fundið athvarf í rauninni þar til þess að slaka á eða finna kraft. Hvernig gerðir það þegar þú varst lítil? Varstu þá að spila okkur hljóðfæri eða að syngja eða hvað varstu að gera? Já, ég lærði á flautu í rosalega mörg ár og átti alveg til að loka mig af og spila. Og svo þegar ég fór svona unglingsárin, þá var þetta meira ég að kveikja á léttníu 6-7 og syngja með og eða bara setja eitthvað fallegt á fóninn og liggja og hlusta. Það var bara ómyndarlegt í rauninni og hafði mjög mikil áhrif á mig. Já, bara svona eins og að komast í einhvern annan heim. Algjörlega, En hvernig hefur svona ferillinn þinn verið svo? Þú byrjar greinilega mjög ung að bara vera eitt með tónlistinni og hvað gerist næst? Já, hvað gerist næst? Góð spurning. Ég var náttúrulega í tónlistarskólanum og ég ólst upp í Keflavík og var þar í alveg mörg ár og fór svona að, hallaðist meir út í sönginn frá flautunni. Þannig ég endaði á að vera í FIH og svona og svo eftir ég flutti hingað 2011, þá fór allt á stað einhvern veginn. Þá fór ég að spila alltaf með fólki hér. Svo Rúnar F, við spilum rosa mikið saman. Og svo endaði ég á að fara til Amsterdam, þar sem að ég lærði til bachelors í jazzsöng og bý núna í Stokkólmi og er í master í jazzsöng. Ok, af hverju valdir þér jazzinn? Það er svo spennandi. Það er þessi hvað var maður að segja? Þetta element að maður veitir ekki hvað er að fara að gerast. Ég var rosa mikið í poppi og klassík sem er æðislegt, en það er rosa mikið nelt í steinstundum. Það er svona, fólk vill heyra vissar útgáfur af vissum lögum og þannig að maður vill ekki hreyfa við þeim. En leiðum maður stígur inn í jazzinn, þá fær maður ykkur upplýsingar á pappír, þetta er lagið, en þú ert ekkert að fara að spila þetta, þú ert að fara að horfa á þetta og nota þetta sem uppskrift. Já, þetta er bara svona leiðbeiningar. Þetta er leiðbeiningar, einmitt, bara svona beinagrind og síðan ferð þú bara að mála, og ferð í rauninni að setja þig alltaf í tónlistina. Þetta fannst mér alveg óbúslega spennandi og hefur alltaf heillað mig mjög mikið, Og hvernig er svo að búa í Stokkhólmi í þessum jazzsöng? Hvernig er svona senan þar? Senan er mjög næs. Þetta er óbúslega indæl borg, það er mjög mikið af jazzi, það er eiginlega hverju einasta kvöldi er hægt að finna lifandi tónlist og það er allir bara svo indælir. Þetta er svo hlýleg þjóð. Það er æði. Það er svona gildandi viðmið að þú ferð ekkert inn á þessa senu með það í huga að ætla að sanna þig eða sýna hvað þú ert klár. Þú ferð þangað inn og þú þarf bara að sýna hver þú ert og þau vilja það. Þau hafa áhuga á því sem að bara mjög veist geggjað. Það er engin svona keppni eða þannig. Það er allir bara sinn listamaður. Já, allir komið með sitt á borðið. Algjörlega. Og það finnst öllu það bara svo fullkomlega í lagi. En núna finnst þér greinilega alltaf gott að búa í Svíþjóð. Kemur ekki örugglega aftur heim? Jú, alveg fáttið. Ok, gott. Þetta var bara fyrir fjölskylduna þína. Já, það kom það fínt. Já. Og náttúrulega okkur sem elskum að hlusta á tónlist, við viljum náttúrulega fá tónlistafólki okkar heim. En segðu mér aðeins frá plötunni þinni. Hvernig tónlist er þetta? Þetta er svona singer-songwriter tónlist og er alltaf svona basirð í gítarnum. Ég samdi hana mestu á gítarinn í svona open tuning. Þannig að þetta er ekki hefðbundin stilling á gítarnum, heldur stillt ég hann í opnum hljóm og það svona opnaði fyrir mér alveg óbúslega mikið af svona lagasmíða möguleikum. Og ég byrjaði að gera þetta 2016. Það var svona fyrsta sinn sem ég stillti gítarinn í opinni stillingu og ég hef bara ekki hægt að semja síðan. Það bara opnust flóðgáttir. Það bara svona lagasmíða vöðvinn bara svona kipp.
En þú ert núna nýkomin aftur heim í rauninni, út af því þú ert að gefa þessa plötu og þú ætlar líka að halda tónleika. Já, ég var svo heppin að fá styrk frá verðandi listsjóð, æðislegt batteri og verðum með tónleika 25. október, föstudaginn í næstu viku, klukkan 8 í Hömrum í Hofi. Þá geta allir heyrt flóðgáttirnar sem hafa opnast hjá þér. En við ætlum fyrst að heyra eitt hérna í þættinum. Já. Hvað heitir lagið? Lagið heitir Meðan höndin mín í hendi þinni hvílir og er fyrsta lagið sem ég samdi fyrir plötuna. Ég ætla bara að halla mér aftur og hlusta. Gjörðu svo vel. Takk. Við að finna það sem við